Allir tollheimtumenn og bersyndugir komu til Jesú að hlýða á hann, en faríseyjar og fræðimenn ömuðust við því og sögðu: Þessi maður tekur að sér syndara og samneytir þeim. En Jesús sagði þeim þessa dæmishögu: Nú á einhverjir 100 sauði og tínir einum þeirra. Skilur hann ekki þá 99 eftir í óbyggðinni og fer eftir þeim sem tíndur þar til hann finnur hann. Og glaður leggur hann sauðinn á herðar sér hann finnur hann. Þegar hann kemur heim, kallar hann saman vini sína og nágranna og segir við þá: Samgleðjist mér, því að ég hef fundið sauðinn minn sem tíndur var. Ég segi yður, þannig verður meiri fögnuður á himni yfir einum syndara sem tekur sinnaskiptum en yfir 99 réttlátum sem þurfa þess ekki við. Eða kona sem á 10 drökmur og tínir 1 drökmu. Kveikir hún þá ekki á lampa, sópar húsið og leitar vandlega uns hún finnur hana. Og hún hefur fundið hana, kallar hún saman vinkonur sínar og grannkonur og segir: Samgleðist mér, því að ég hef fundið drökmuna sem ég tíndi. Þannig segi ég yður að englar Guðs munu gleðjast yfir einum syndara sem bætir ráð sitt. En sagði Jesús: Maður nokkur átti 2 sonu. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn: Faðir, lát mig fá þann hluta eignanna sem mér ber. Og faðirinn skipti með þeim eigum sínum. Fáum dögum síðar kom yngri sonurinn eigum sínum í verð og fór burt í fjarlægt land. Þar sóaði hann fé sínu í óhófsömum lifnaði. En hann hafði öllu eitt, var mikið hungur í því landi og hann tók að líða skort. Fór hann þá og settist upp hjá manni einum í því landi. Sá sendi hann út á lendur sínar að gæta svína og hefði hann feginn viljað seðja sig á drafinu svínin átu, en enginn gaf honum. En nú kom hann til sjálfs sín og sagði: Hve margir eru daglaunamenn föður míns og hafa gnægð matar, en ég ferst hér úr hungri. Nú tek ég mig upp, fer til föður míns og segi við hann: Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég ekki framar verður að heita sonur þinn. Lát mig vera sem einn af daglaunamönnum þínum. Og hann tók sig upp og fór til föður síns. En hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann og kenndi í brjóstum hann, hljóp og féll hálsonum og kyssti hann. En sonurinn sagði við hann: Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég ekki framar verður að heita sonur þinn. Þá sagði faðir hans við þjóna sína: Komið fljótt með hina bestu skikkju og færið hann í. Dragið hring á hönd hans og skó á fætur honum. Sækið og alíkálfinn og slátrið. Við skulum eta og gera okkur glaðan dag. Því að þessi sonur minn var dauður og lifnaður aftur. Hann var týndur og fundinn. Tóku menn nú að gera sér glaðan dag. En eldri sonur hans var á akri. Þegar hann kom og nálgaðist húsið, heyrði hann hljóðfæraslátt og dans. Hann kallaði á einn piltana og spurði hvað væri að vera. Hann svaraði: Bróðir þinn kominn og faðir þinn hefur slátrað alíkálfinum af því að hann heimti hann heilan heim. Þá reiddist eldri bróðirinn og vildi ekki fara inn. En faðir hans fór út og bað hann koma. En hann svaraði föður sínum: Nú ég búinn að þjóna þér öll þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum þínum og mér hefur þú aldrei gefið kiðling að ég geti glatt mig með vinum mínum.
En þegar hann kemur, þessi sonur þinn sem hefur sóað eigum þínum með skækjum, þá slátrar þú alíkalfinum fyrir hann. Faðirinn sagði þá við hann: Barnið mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt er þitt. En nú varð að halda hátíð og fagna því að hann bróðir þinn sem var dauður er lifnaður aftur. Hann var týndur og er fundinn.